Íslenskt atvinnulíf hefur náð miklum árangri á undanförnum árum. Íslensk fyrirtæki hafa sótt fram en það veitir ekki af. Alþjóðleg samkeppni fer sífellt vaxandi og í baráttunum nýja viðskiptavini ekkert gefið eftir. Heimurinn allur orðinn að markaðsvæði æ fleiri íslenskra fyrirtækja og það harður leikur framundan. En undanfarið höfum staðið okkur vel. Árangur atvinnulífsins búinn að vera alveg ótrúlega góður á Íslandi undanfarin ár og við höfum skarað svolítið fram úr hjá mörgum þjóðum. Árangur fyrirtækjanna hefur verið alveg frábær, ekki bara hér á landi heldur líka í útrásinni með rosalega miklum kjarki, seiglu, frumkvæði og krafti. Íslenskur hlutabréfamarkaður hefur vaxið og þroskast. Fyrir rúmum áratug náði veltan á markaðnum ekki 1 milljarði króna allt árið. Í fyrra var veltan hins vegar rúmlega 700 milljarðar króna. Á sama tíma hefur markaðsvirði hlutabréfa í Kauphöllinni vaxið stórlega. Í árslok 1994 nam það 33 milljörðum króna. Í lok síðasta árs nam markaðsvirði rúmlega 1000 milljörðum króna og fór vaxandi. Ég held íslensk fyrirtæki hefur náð stórkostlegum árangri síðustu árin. Þeim hafa verið skapaðar leikreglur sem gera þeim kleift að skapa verðmæti. Þannig að þau hafa tekið þeirri hólmgöngu áskorun sem frelsið er. Hraðinn í viðskiptalífinu orðinn mikill. Við erum komin á fleygiferð og í dag eru Íslendingar til dæmis orðnir umsvifamiklir í flugrekstri á alþjóðavettvangi. Aukin umsvif hafa jafnvel haft áhrif á landafræðiþekkingu nágrannaþjóða okkar. Ég man alltaf eftir ég bjó í Þýskalandi þá var Ísland aldrei á Evrópukortinu. Nú komast þeir ekki hjá því að setja Ísland á kortið. Við höfum heilmikið fram að færa á erlendu fjármálamörkuðum. Við höfum reynslu, við höfum þekkingu, við erum óhræddir við að taka ákvarðanir og fara inn í stórverkefni eins og sést í fjölmiðlum hér nánast vikulega. Íslensk fyrirtæki hafa víða látið til sín taka og nú vinna nærri 100.000 manns í fyrirtækjum erlendis sem eru í eigu Íslendinga. Við eigum erindi og eftir því hefur verið tekið. Í dag mjög gott að vera frá Íslandi. Ísland að fá meiri athygli heldur en ég hef séð á mínum ferli erlendis í 20 ár. Á skömmum tíma hafa miklar breytingar átt sér stað í íslensku viðskiptalífi. Ásýn þess hefur breyst. Sjávarútvegurinn okkur enn mikilvægur, ein grundvallarstoða, en fleira hefur komið til. Flóra íslenskra fyrirtækja orðin fjölbreyttari. Það var komið fjölmörg öflug þekkingarfyrirtæki með hundruð eða þúsundir manna sem orðin leiðandi á sínu sviði og alþjóða markaði, þannig ég held að þetta sé bara þetta bara bylting sem átt í stað. Í dag litið til Íslendinga sem skapandi þjóðar. Björk ruddi brautina og fjöldinn allur af hæfileikaríku fólki hefur fylgt í kjölfarið á sviði tónlistar, myndlistar, tísku og hönnunar, auk viðskipta. Skapandi hugsun engin takmörk sett. Mér finnst einnig eins og stórhugur og dirfska hafa vaxið og menn hafa látið verkin tala í auknum mæli bæði hér heima fyrir og erlendis. Hverjum hefði dottið í hug að íslenski leikarar myndu setja upp Rómeó og Júlíu á ensku á Bretlandseyjum, flytja Bretum Shakespeare á þeirra eigin móðumál í Lundúnum, en Vesturport átti erindi út. Við höfum bara heilmikið erindi á erlend svið, við erum ekkert verri en þessi bresku Shakespeare-leikarar. Sumir leita skýringan á árangri Íslendinga í umhverfinu. Oft fundist í erlendu stórfyrirtækjum og menn sæju ekki heildarhagsmuna fyrirtækisins fyrir trjám sérhagsmuna einstakra deilda. Og nú eru skógar á Íslandi yfirleitt mjög lágvaxnir og Íslendingar mjög hávaxnir. Þannig að mér sýnst að menn hafa yfirleitt borið gæfu til þess að sjá yfir og ná þannig betri sýn á heildarmarkmiðin og þetta hefur oft hjálpað mér til að ná mjög góðum árangri. Íslenskum fyrirtækjum hefur vaxið ásmegin á síðustu árum. Við höfum eignast fyrirtæki sem framleiða teiknimyndir, tölvuleiki og afþreyingarefni í milljarðavís. Það ný kynslóð að koma sem að hugsa eða sem hugsar Ísland sem hluti af gríðarlega stóru markaði, óhræddir við að fara út og taka orðstunnar. Við erum komin aftur í Víking. Það ekki spurning. Íslendingar eru rík þjóð og það ekki tilviljun að fyrirtæki hafa náð árangri. Og svo má segja kannski almennt að það þessi mikli metnaður. Fyrirtækin að setja sér skýr markmið og eru mjög árangursdrifin.
Íslenskt viðskiptalíf komið í úrvalsdeild og verkefni næstu ára snýst að tryggja veru okkar þar, stefna hærra og forðast fallbaráttu, vinna glæsta sigra.